ekki að svissa þessu? Nei. Komið í beina. Og þessi Já, en ekki þetta ekki mikrofón. Það kveikt á þessu upp á. Þetta 30 sekúndur sem Velkomin á kynningafund fyrir breytt skipulag í Flóahvarfi og við dagskrá fundar ég var bæjarstjóri fara yfir græna iðngarða. Það er hægt að senda inn spurningar með og hvet ykkur til að senda inn spurningar jafnóðum. Breytingarnar eru tvíþættar. Annars vegar er það að segja gatnakerfið og nýting á lóðum og byggingareitum skoðaðar og fyrirhugaða iðngarða og fyrirtækjaklassa fyrir gott umhverfi annað skoðað voru eins og innleiðing á blágrænum lausnum, gangstéttar yfirfarnar og bindandi byggingarlínur felldar út. Svæðið telur 58 lóðir eins og tillagan er. Stærð lóða svæðið bygginga skiptist eftir A-hluta eða B-áfanga. Hæð bygginga. Já, heimild. Sameinaði til samræmis. Einnig er heimild að skipta lóðum og breytist til samræmis með óbreyttum fjarlægðum frá lóðum. Sameiningin og skipting á lóðum og líka mismunandi þörfum fyrir og mögulega einnig stækkun. Næsta breytingin á skipulaginu það er sem sagt A-áfanginn. Voru stækkar til að mæta þörfum stærri fyrirtækja og gatnakerfið var einnig minnkað, þannig að við erum að fá betri nýtinguna á landinu. Örlítið breytt til þess að lóðirnar myndu nýtast betur.
Hér sjáum þið gatnakerfið. Gatnakerfið fyrir íbúa sem að vinna í hverfinu sem að geta þá hjálpað. Þetta er mjög jákvætt fyrir samfélagið. Útlit svæðisins skiptir miklu máli og að heildar verði gott. Einnig að sé varið fyrir veður og þjóðvegi sé gott á iðnaðarhverfið. Þetta er gert með að beltið sem að mun umlykkja svæðið og inn á svæðinu og hún svo manirnar, gróðurmanirnar sem að mun mynda gott skjól. Heildar útlit á svæðinu. Það mun einnig vera í endurskoðun landbúnaðarland en er núna í órækt. Á svæðinu eru framleiðsluskurðir sem rennir til sjávar í Blautós. Farvegir fyrir ofanvatn koma í stað grunnar rásir verða meðfram götum þar sem ofanvatn getur hipað niður. Fallandi úrkomu. Blágrænar lausnir, þær ýta undir náttúrulega hringrás vatns. Þetta hverfi verður notað með blágrænum lausnum og dæmi útlit og hérna er snið í opnu landi. Þarna sjáum þið sveit og svo skjólbeltið gróðurbeltið sem ég sýndi áðan og svo mönina, hljóðmönina. Og sem að hámarkshæð 12 metrar. Hér sjáum við hvað verður skemmtilegt svæði ásýnd frá Akrafjallsvegi og einnig fyrir fyrirtækið innan svæðisins. Hérna er snið í götukassa, þetta er sérst inn í hverfinu og hér er gatan og gangstétt og svo er trjám komið sitt hvoru megin og svo hér blágræn og svo lóðin. Þetta er ákveðlega skemmtileg og mun breyta ímynd iðngarðanna eða svæðisins. Lóðarfrágang. Þetta er svona í takt við skipulagið. Það verður einnig verður 10% lóðarstærð. En já, bara takk kærlega fyrir þetta. Ef ykkur fleiri spurningar skipulagið þá þetta senda inn spurningar eða bara senda inn á skipulagið.is. Já, það er auðvitað mikilvægt að horfa í skipulagið, en hvað ætlum við að byggja upp í iðngörðum og ég ætla að leiða ykkur í ljós hvað felst í því.
Það er að segja sem eru í rauninni að vinna eftir einu skipulagi og einu svæði. Þannig að við náum sérstökum árangri í auðlindum nýtingu þeirra og lágmarka svonefndu hringrásarhagkerfi. Í þessu felst og hluta af því sem þeir setja frá sér sem úrgang auðlinda og við stuðlum að betri nýtingu allra auðlinda. Að ná utan það sem snýr að það er áherslur sem að Sameinuðu þjóðanna og ég kem betur að því hérna rétt á eftir á næstu glæring. Verið að horfa til umhverfisþáttanna og ég vil biðja þá sem að hér uppi fyrirtækjum og laði til okkar fyrirtæki sem að annars hefðu þurft að með því að horfa á þann þátt sem er hér í miðju að minnka sóun, notkun úrgangs og aðlögum okkar að hringrásarhagkerfi. Þá náum við til okkar ekki bara fyrirtæki sem eru fyrir á Akranesi, heldur fyrirtæki sem eru annars staðar á landi. Alla og við viljum ná til okkar fyrirtæki umgjörð sem er viðurkennd og er þekkt. En þetta eru svona uppfyllir snerta félagslega þætti, það sem snýr að fólki. Við erum að vinna með helstu viðfangsefni sem snerta þá bara hvernig pössum upp á þjálfun og menntun inn í garðinum og getur með ákveðinni þjónustu að við séum að vinna í takt við þær fyrirtækin stuðli að hagsæld fyrir sjálfa sig sem að snerta þá að þetta snýst auðvitað það að búa til störf. Að nýta innviði sem bestan hátt og fjárfesta í þeim með réttum hætti. Vel að því að kostnaður við rannsóknir og þróun stuðli að úr mútum og spillingu og stuðla því að hægt sé að fá fyrir fyrirtæki sem þar starfa græn
alltaf að verða meira og meira með því hvernig umgjörð við sköpum inn í görðunum sjálfum. Hér var gert grein fyrir í þessari samantekt að þá heildarsvæðisins og við viljum vera framúrskarandi og síðan laða til okkar fyrirtæki sem að ætla sér að verður að við munum leggja áherslu á að nota minna vatn, fara betur með orku tvöföld hitaveita sem gengur út á það að varmi svæðinu og þannig förum við betur með vatnið okkar til raforku kaupa fyrir allt svæðið þannig að hagkvæmt verð á raforku fáist. Svo til og frá svæðinu og þannig draga úr jarð eða á Grundartanga og nýtingu á þeirri uppbyggingu sem að verða þar til framtíð. Og vatni sem að yrði þá væntanlega afleidd ár. Yfir hér áðan í mön sem verður til verndar á svæðinu og aukinni hringrás sem að blágrænar ofaslausnir eins og alla fór yfir. En flóð að komi með starfsemi Veitna inn á svæðið og við sjáum gerðar í nútíma umhverfi inn á þessu svæði og þetta eru allt atriði sem Halla hafði farið yfir. Lendingarsíða fyrir markaðssetningu á svæðinu og það áfanga samkvæmt gamla skipulaginu sem við erum þá að fara að breyta og það er hægt að nálgast þessar upplýsingar inn á 300akranes.is og mun þá þessar teikningar á seinni áfanganum, þess sem kallað er A-hluti. Við munum heldur við verður sótt ákveðna stærð lóða heima og lóðarhöfum stendur ýmislegt til boða að til hugsa til hvatningar til fjárfestingar inn í garðinum og svo greiðslu ásamt því að við höfum hafið í garðinum sem er einmitt að vinna út frá sömu hugmyndafræði. En það er bæði að huga. Garðinum verður síðan skipt upp í 2 svæði. Við erum að sjá nýjast, við erum að breyta með þeim hætti að það er ráðgert að verði matvæla starfsemi og svæði B
efni og álíka á svæðinu og við munum hafna slíkum umsóknum. Atvinnu komi inn á svæðið. Svo erum við að vinna í þróunarverkefni sem verða kynnt þegar að það er komið lengra hjá okkur sem gengur út á það þar er horft til samstarfs opinbers aðila, Akraneskaupstaðar og mögulega fyrirtæki, en eitt af því sem er vita á þessari stundu samfélags alls, það verður gert grein áherslu öðru ef kostur er og svo getur þetta fyrirtæki verið kaupið ýmislegt sem snýr að aðkomugjöld eða þjónustugjöld til þess að standa undir rekstrarkostnaði síðar. Og svo hvað varðar innviði og atvinnulíf, þá sjávarútvegur og iðnaðardrifinn bær. Við erum þá með stórum Vesturlands. Við erum að sjá að þarna geti farið fjölbreytt iðnaðar og þjónustufyrirtæki. Þarf til þess að stuðla að því hér á Akranesi að það geti byggst upp nýsköpunarstarf verið unnið í samstarfi við bæði þróunarfélögin á Breið og við Vesturland sem er líka á Breiðinni, þannig að við getum búið til samlegð áherslu á að þegar við erum að laða til okkur fyrirtæki sem að koma til okkar og við búum að sem auðvitað mikilvægt fyrir fyrirtæki sem vilja starfa hér á Akranesi. Við strandlengjuna, frábæran golfvöll og hérna einstöku laug sem við eigum í Guðlaugu. Sem að eru til stað sem að snerta þá vatnsveituna, hitaveituna, fráveituna og rafmagn. Þarna er á næstu vikum, þannig að það er heilmikið framundan í að þróa þetta svæði þannig að allir innviðir verði 100% í staðar og við munum sjá þetta en núna eru fjármálastofnanir að farnar að bjóða eða snerta bætta nýtingu, endurnýjanlega orkugjöf, mengunarvarnir, lífræna matvælaframleiðslu og svo framvegis. Og þá verða fyrirtækin sem þarna starfa komin með aðgang að hagkvæmari gert þeim það mögulegt að fara í eigin grænar fjárfestingar og sækja og þjónustu garðsins á að tryggja þessa
ætlum okkur að ná fram með grænum iðngörðum. Þetta er stefna sem að ég var að frétt frá Akraneskaupstað, þar sem að fólk getur kynnt sér hana síðan en fyrir áhugasama á að berast. Það liggur fyrir að þær eru hjá Akraneskaupstað. Bless.